Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og þátturinn FM 95 Blöður hafði göngu sína. Beint á móti mér sitja tveir snillingar, annar þeirra heitir Steindi Junior, heitir fullunafni Steinþór Hróar Steinþórsson og við hliðin á honum Vöðvinginn eða Egill Þór Einarsson. Þór? Já, við þurfum að fara að henda millirna. Ertu að tala um TH, Þór? Já, Þór. Ég til í það. Það vantar millirna. Það minnir mig bara búningin sem mættir í búningapartíu og þetta með litla hamar. Já, með minnsta hamar sem sést hefur. Það var hrikalegur hamar, en það kostaði sitt. Já, það kostaði 25 skall. Og á myndin og netinu leitar út eins og hamari sem með í myndinu. Já, við getum alltaf orðað þannig að þú hefðir eiginlega bara átt að hafa hann í vasan. Þetta var djók, þetta var basically eins og heldur á svona bara stórum kveikjara. En þú veist að hann var mjög þungur og gott í hann. Það var rosalega gott í hann, menn ef þú hafi keyptir hann 10 cm hamar og 25.000, það er eiginlega verri fjárfesting en þetta pottasafna. Sko, ég gæti ekki mætt sem Thor og ekki með hamar. Og hann leit líka út fyrir að vera stærri, eða ekki, á netinu. Já, leit út fyrir bara, þetta var close-up mynd, ég þetta var ristur hamar. Það var það ekki. Sem kom hann í póstunum, hvað þið að gera? Já, ég veit ekki. Það er bara heima hér. Pantaði frá Asíu, sko. Pantaðu hamarinn frá Asíu? Já. Á 25 Hvað er þetta að kaupa Thor hamar, Blondale? Bara næstu búninga, veist það ekki? Það er ekki Toys R Us eða eitthvað? En hei, þú varst flottur. Já, þú varst glæsilegur. Eins og þið heyrið þá erum við fantagir, eða ekki, Steindi, hvernig ertu? Já, ég er bara frá móti fítn og fyllandi góður í dag. Ég er í hættulegum gýr. Já, við erum hættulegir í dag. Við erum hættulegir í dag því að svona, já, yfirleitt erum við kannski að skjóta okkur annan svona ef einhver einn af okkur er að fara að þvælast og snuðast og duttast eitthvað en við erum allir sikið saman í dag. Já, við erum að fara á skrall í kvöld. Við erum að fara í árlegan hitting með nokkrum lykilmönnum og einn er að kemur nú heldur betur til sögunar í dag. Já, það er King sem ég vil, en það er Egill vel peppað. Þú er sjálf að verið að peppa hana fyrir kvöldinu. Já, ég er mjög spenntur þetta. Ég veit að þetta verður einn besta ræðinur. Það finn það ég ætla bara að segja hlustendum þetta. Við erum ekki vanir að vera hérna að bulla í útvarpinu. Við segjum satt. Það er það sem við mögum eiga það. Við segjum alltaf satt. Ljúgum ekki að hlustendum. Við ljúgum ekki að hlustendum og Egill er búinn að vera í allan dag og nú er ég ekkert að grínast. Hann er svo spenntur fyrir að hitta Simma Vil. Að djamma með honum. Hann segist alltaf að djamma almennilega með honum. Að hitta hann, djamma með honum. Hann var að tala um áðan. Hann ætti kannski enga mynd af sér með honum. Hann þyrfti að fara að ákveða hvernig myndin á að vera og eftir. Þetta er eiginlega orðið bara þetta er svo mikið eitthvað brenglum. Ég var að skrolla í gegnum myndina mína á Facebook sem búið að tagga mig og ég hef tekið og allt. Það er ein mynd af okkur félagunum og þá er King Mike með okkur á henni. Já. Þannig að þú veist. Þú þarft ekki að mynda með honum bara í kvöld. Já, ekki mynda okkur tveim. Þú þarft að láta, þú akkur blörrar ekki bara yfir þennan þriðja mannaveitinni. Nei, mögulega dónaskapur, blörri við mækaran. En sko, ég ætla bara að leiðu hitti sem að vilja eftir. Þú ætla að byrja það mynd og ég ætla að vona bara að verði við því. Akkur ætti hann ekki verða við því? Þú ert að láta eins og 16 ára úlingur að hitta ykkur á Hollywood, sko. Já, þetta er Simmi Vil, það er akkurat máli. Þetta er nú ekki merkilega en það. Það er bara hitt hann á Shaken Pizza bara hvernig sem er. Ég er líka svo gríðarlega stressað því að mínir menn Tindastóll er að fara að keppa bikarúrslitaleik á morgunum út í KR í körfunni. Og ég er bara svona, ég er búin að vera með sveita lóa í allan dag. Ég er bara búin að velta því fyrir mér af hverju þessi gæjar nenna að vera að keppa innan maltbikar. Já, það er að taka það sama brandarávast með Twitter sem er eitt svo lélegasti sem ég heilt. Af hverju er ekki bara keyptur venjulegu bikar og kannski medalíur og svoleiðis? Af hverju maltbikar? Tökum smá real talkina. Eiga þínum menn sjens í KR? Já, en þeir spila eins og eins og spilaðu á miðvikudaginn. Brjálaða vörd, pressa og já, þeir eiga sem Káringar er náttúrulega hrikalega góð. Þeir eru Íslands og bikarmeistarar. Það tala með þeir spila bara svona eins og gerði einhvern tíðan 98 þeir áttu besta leikinn sinn. Fór ég ekki með fyrir einhvern afturhaldningarleikinn í handboltanum einhvern tímann? Þú skuldar mér leik og farð að haga hann eins og maður. Ég skal láta þið vera. Ég get sagt það, að sjálfsögðu held með Tindastól á morgun. Ég bara að sjálfsög. Ég get ekki hort í augun. Álið er, við förum að rifja þetta. KR er með eitt áhugamál í lífinu. Það er að opna raskati á Tindastól. Ég er ekki, ef við tölum að reyna íslensku. Eigum við ekki bara sleppa að tala reyna íslensku í dag ef þetta er reyna íslenska? Hún getur verið hættuleg. Já, bara slepptur reyna íslensku. Nei, þetta er ok, ég verð að gefa KR það að þeir eru náttúrulega Íslands og bikarmeistarar með hrikalega gott lið og það sem ég fíla líka svo í hrósin og KR að þegar ég var að keppa í körfu sjálfur þá voru þeir með geggjað yngri flokka og allir flokkarnir hafa svona haldið winning það eru strákarnir fara upp í meistaraflokk þannig að þetta er frábært lið. Lokal gæjar meðan Tindastóll er kannski með bara keypt lið. Nei, við erum með 9 heimamenn. Er það? En málega, ég fór alltaf að fatta sko að KR er náttúrulega þeir eru í mjög líkum búningum á Newcastle. Ég var ekki en þú heldur samt með Tindastóll á morgun. Annars skalla ég þig. En það er meira í gangi heldur en jammið King Simma Vil og bikarúrslitaleikur því að við ætlum að fara í
myndunum fyrir Casio eftir sem að þú ætlar að stjórna Rétt, ég með það. Ég fekk í gegn hjá okkur sturlaða staðrendir í dag. Fyrsta sinn í 3 mánuði. Já, við skulum ekki halda upp á þetta. Þú fékkst það í gegn með því skilur að þetta er bestu sturlu staðrendir. Ég er með 5 mjög góðar, ég lofa því. Og ég líka er að hitta fólk bara út á götu sem að saknar sturlaðar, sko. Ég er alveg stórhefa það. Nei. Svo erum við hverju líklegastur, við erum með spurningakeppni Gilsarans og hvað er átti þemaði Egill í spurningakeppninni? King of being an entrepreneur and a self-made millionaire. Já, ok, sem þú vilt kjósa Simmi sé. Þetta er keppni bara til höfum. Já, bara svona hver er betri self-made millionaire, þetta er ekki flókið, sko. Svo erum við með augljósar steindi, þú ert með augljósar í dag. Já, það eru samt komist eitt, það eru komin á mig, samt eitt komist hérna að blöða sig að tala niður til King Simma Vil þegar að Simma Vil reif hann upp úr ræsinu fyrir einhverjum 12-13 ára síðan. Reif Simmi mig upp úr ræsinu? Þú lást í polli á Sauðárkróki. Ávandi Reykjavík, mígandi og skítandi í einhverju hvítri úlpu. Hvað ert að drekka? Ok, bankar upp á King Simma Vil, fæstu vinni 70 mínútum, já eða nei? Réð hann þig, já eða nei? Já, en hann reif mig ekkert upp úr ræsinu. Þú skuldar. Ég var bara í venjulegri vinnu og hvað betur eftir að segja að það bara verið einhver eitulega fíkill áður í byrjaði 70 mínútum? Þú getur hafa verið á dælun í dag, já. Nei. Þú skuldar honum feril og talaði vel hann. Já, ég talaði alltaf vel Simma. Þú væri núna sundlöfverður á Sauðárkrók ef að Simmi Vil hefði ekki rifið í gang. Þú væri baðvörður. Svo ætlar Egill tók upp fyrir í dag 3 símtöla sem hann var að ringi fólk og monta sig og hann var að fara að jamma með Simma Vil, þau koma hérna eftir og svo er flottulega keppnin líka á sínum stað, þannig að kæru hlustendur. Og hvað er það bara lög Simma Vil eða? Nei, það er bara einhver lög. Já, það er bara eitthvað ekki sem hann hefur sungið eða eitthvað svo leiðis. Nei, flottulega keppnin er, ég kem með þeim á það eftir. Þetta hérna lag er tilengað Tindastólsliðinu sem er á leiðinni í rútu núna, leiðinni suður og þeir ætla að fara að sækja byggarinn. Þeir eru að hlusta á okkur fyrir hann. Þeir eru að hlusta á okkur núna. Það er gett að reyða með að segja Káver elskar opnaða raskatti. Já, en þú vart að pirra á þér. En þeir vinna morgun, það er að mér að þakka. Ég segi bara sjáumst á morgun, Tindastóll. Áfram Tindastóll og drengir, ég ætla að vona að þetta lag pepp ykkur, takkið þetta. Það er komið tíma þá engin bæri jafnskili titil og Sauðárkrókur. Af hverju settur þetta ekki bara beisundur á og til dæmis... Af því ég vil vinna leikinn á morgun. Ég hef sjaldan verið að peppaði fyrir eina leik. Það er bara ágætis regla að setja aldrei beisundur á líka. Já, það er eiginlega bara fín regla í lífinu. Ekki drullaðir vin minn. Nei, við skulum ekki drullaðir vin hans Egils, en við ætlum hins vegar að fara í slúður hér í F95 Blöð. Og ég er með svona ágæti slúður handa ykkur. Það er eitt sem ég ætla að byrja á, það er hún Meghan Markle, veit ykkur það er? Já. Ekki hugmynd. Suits. Já, Suits Pian sem er að giftast hérna. Hún er að vera princess. Nú er hún að giftast prins. Já, hvar ert þú búin að vera maður? Ég veit ekki einu sinni hver þetta er. Hún er að giftast Harry, hérna leikonum og Suits. Harry Ísland, Herra Ísland. Ég er orðin vel þreyttur á þeim gæja, sko. Þú ert svo þreyttur öllu sem er alltaf í þurrum. Ég meina, er hann ekki alltaf einhvern með inn í einhverjum trúlónum og giftingum með... Nei, hann er aldrei við trúlóð að vera aður. Hann er tjóðs glömmgósið ekki. Hann er tímið að festi sig. Það er þetta komið tíma að festi sig, ég er sammála því. En sko, það fylgir því svona smá pressa að vera prinsessa. Sem dæmi er, þá er hún búin að taka sig út af öllum samfélagsmiðlum. Ef þú ert í konungsfjölskyldunum, það mátt ekki á samfélagsmiðlum. Já, það er Orsmanjur eða það. Og hann að hún er ekki lengur á Facebook eða á Instagram eða neitt. Þannig átti hún að sæna svo út úr þessu. Nú, af því hún getur ekki verið á Instagram. Það er bara lélögu dýl. Það ringi björn. Já, vera prinsessa, en þú ert að hætta á Instagram. Ég langar að fara að kíkja á Twitter, Instagram og getur það ekki, má banna það. Hvað gerir þú sem prinsessa? Menn, akkur er svona gaman að vera prinsessa? Hætt að leiki Suits, hætt á samskiptamiðlum. Þetta er mjög slæmu dýl, núna er þetta slæmu dýl. Nei. Ég meina, hvað græður að vera prins? Þú mátt ekki vera á Facebook og Instagram og öllu. Finnst ykkur þetta svona rosalegu dílbreykar og meir ekki vera á samfélagsmiðlum? Nei, ég er bara að spói, hvað gerir hann? Ég meina, þú veist, hann getur væntanlega ekki, hann getur ekki gert neitt. Hann þarf alltaf að vera, þú veist, ég meina, hvað græður að vera prins? Og þetta ekki að maka skurðu þetta daginn. Ef hún er Hollywood-leikuna sem verður prinsessa, er ekki betra bara fyrir hann að vera Hollywood-leikuna? Nei, það myndi ég ekki halda. Hægt að leika í Suits, sko. Ég meina, þú teimi í höll, ef við lítum að það pros and cons, sko. Hún lítur að geta keypt sér. Þú ert kannski 600 fermetra höll, til dæmis. Ég myndi telja það ágætis kost. Ég myndi segja að það er bara hálf drungalegt að búa í svona stóru höll. Og kannski 10.000 klósett inn í sér höll. Það er alltaf hægt eitthvað stöðar. Þetta er ekki kostið sem ég vil heyra. Ég veit ekki hver er kosturinn að vera prinsessa. Ég held að sé mikið skemmtilegra og betra starf að vera Hollywood-leikuna heldur en nokkuð tíma prinsessa. Þú ert kannski að selja mér þetta stendi. Eins vitlaust þetta hljóma. Ég veit ekki, ég sé ekki kost. Hún má ekki lengur leiki í Suits. Hún má ekki lengur vera á internetinu. Akkurat. Hún má ekki jamma örugglega. Hún má ekki nást myndir hann og reyndar að þessi prinsar alltaf verið fullir. Hrikalega gaman. Hún má ekki hella í sig líka.
Já, ég má örugglega hella í sig. Ég segi svona, herru, svo er alveg detta harkalega í það. Það er, þú veist, ég skil ekki þetta hrikalegt val hjá henni. Ætlum að spurt. Ef við reyna íslensku, sko. Ekki tala reyna íslensku. Ef við reyna íslensku, með fullu virðingu fyrir Harry, þá hann aldrei náði Meghan Markle ef hann var ekki prins, sko. Því að hann er average myndalögur, sko. Ég meina þess að aðeins fyrir neðan. Hann er prins. Fekk hann ekki bestu spilin? Ég veit hann, ég segja bara blöð, ef hann var á vörð. Hætti að gera lítið fyrir þá væri hann ekki með Meghan Markle. Nei, ok, svo er það Hugh Grant, hann á von á sínu 5. barni. Hvorki meira hann minna með 5 konum eða? Það er vel þreyttu gæi. Akkur Hugh Grant þreyttu gæi? Ekki topp maður, voðalegt orðin erfiðustendið maður. Já, ég meina, ég vil bara fá fest fólki í þetta slúður. En sko, ég held að Hugh Grant hafa aldrei verið aður. En málið, hann er 57 ára og eignast sitt fyrsta barn árið 2011. Hann er að gefa mönnum eins og mér von. Þú veist aldrei að fara og seint út í þetta. Hann er komið 5 börn núna. Hvað var gamall að stælda út fyrsta? Er hann 100 ára þegar hann fer mér? En sko, hann er 51 ára þegar hann byrjar. Hann er 50. Þegar hann hendi fyrsta krakan? Já, nei, hann er, já. Simon Cowell var líka kringu 50. Já, þetta verðist vera bara svona nýja trendið. En eina sem er leiðilegt, sko, þú veist, náttúrulega bara þegar krakkarnir hans er að útskrifast og þá var hann bara basically, sko, með annan fótinn í kistun og hinn á banana því, sko. Já, hann er búin að lifa góðu lífi og sæna sig út. Já, þú hefur 12 ár. 12 ár til að, já. Það er líka fyrir máli skemmtlust ári með grislingunum. Ég líka hann að frá þeir eru pínlítil og svona uppkassi til 6 ára síðan þetta verður að táningar og það eru vesen. Það var döður. Þá var hann að kopla svo út bara. Þegar hann lostaði alltaf vesenið. Kannski dóttir hans að koma heim með fyrsta kærastan og allt svona vesen. Þá er hann bara búin að beða heilsa. Já. Það var geggja plan. Geggja plan, já, Hugh Grant segir Egill, enda ekki sá skarpasti. Svo er það hér í lokin, það er aumingin Chris Brown. Frábært tónlistarmaður, geggjaði dansari, en ekkert í miklu uppáldi hjá mér þessi maður, en hann var að komast í, hann var að komast þér í vesen. En svo með fyrsta sinn sem það er ekki einhvern veginn svona ógeðslegt vesen eins og er alltaf á honum. Því að hann keypti apa handa dóttur sinni. Er þetta gæinn sem fekk hjarta á alla stripstanum eða? Nei, þetta er gaurinn sem var með Rihanna og ákvað að nota hnefan á hana. Já, þetta er hann er bankari eins og ég kýsa kalla hann. Já, ok. Það er hægilegt. En sko, hann keypti apa, handa dóttur sinni, en hann var ekki með permit og núna hann geti verið handtekinn fyrir þetta því að hann er náttúrulega á parole. Hvers konar api var þetta? Var þetta svona þetta er svona baby capuchin monkey og hann heiti Fiji. Og já, af því hann fekk ekki leyfi og þá er hann í bullandi vesinni og 3 ára dóttir hans er hérna voða sæt með mynd af sér og abanum. Þannig að þetta er svona vesinni sem að Chris Brown er í dag. Betur ég skil ekki vesinni, hefur verið að taka aban frá henni? Já, sko, já, taka aban og hann geti verið kærður fyrir að því að hann var ekki með leyfi fyrir dýrinu og hann flutti það Akkur keypti hann ekki bara hund eða kött eða hamstur eða eitthvað? Við þarfst að segja mér að hann hefði farið bara eitthvað deep in the jungle, náði eitthvað apa, smikla honum inn og gefið dóttir sinni. Ég er ekkert að tala með hann fyrir deep in the jungle að sækja apan, bara keypti hann í einhver öðru landi og komið hann til Bandaríkjanna. Kemur satt ekki heim með eitthvað rottuapa og gefið 3 ára barni. Mjög sætur api. Ég reyndar væri til í að eiga apa. Ég veit ekki hann. Það er bannablöð. Ég veit að það er bannað, ég var samt til í það. Mátti ekki eiga apa. Værið þið ekki til í að eiga einn apa í leðu eitthvað? Ég myndi freka bara hendi eitt barnauti sko. Það væri gaman að eiga apa leður, ég veit ekki það. Ég var reyndar til að eiga apa sem Rikki Síkó og er í leðu eitthvað með hatt. Sko, þegar ég fyrir á Tenerife, sem ég gerði eiginlega hverju einasta ári. Akkur það hættur á beni? Því að það er Monkey Park á tenni sem er ekki á beni. Ok. Þá farið að borgar bara 5 eurur inn eða eitthvað, færi svona box með svona drastlúti, gefið þeim að borða, þeir hoppa öxlinnaður, gefið þeim bjór og fút og... Bjór? Þeir elskar bjór. Ég farið inn að garna okkur svona. Og hérna... Hann skemmtilegur það? Nei. Ég elskar apa. Glæsilegt, enda ertu einn, viljum að fá auglýsingar og svo förum við hér í mynduru fyrir Kass og já, hver er líklegastur? Bíó eða kvikmyndahús, skiptir ekki máli. Við höfum nákvæmlega jafn góðar upplýsingar hvað er verið að sýna og hvenær. Já, 18. Allt sem þú þarft að vita. Íslensk framleiðsla á springdínum í öllum stærðum síðan 1943. Svíðin í svefnin. RB Rúm, Hafnarfirði. Í kvöld á Stöð 2, So You Think You Can Dance, ný sería af skemmtilegustu danskeppni í heimi öllum. Og þar á eftir stórgóðar bíómyndir Carrie, Philby og 12 Monkeys. Stöð 2, margt allt skemmtilegri. Tösku og hanskabúðin, léttar og góða ferðartöskur. Skoðaðu úrvalið á th.is. Tösku og hanskabúðin með Hlem. Buttlift, sporthúsið. Landsins mesta úrval af Russell Hobbs gæðaheimilstækjunum er á heimkaup.is. Fáðu Russell Hobbs sent heim frá heimkaup.is. Langar þig í salat? Virkilega gott salat. Komdu þá á Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott.
FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Konungur popparna. Já, og þetta var heldur vinsælasta lagið á árinu. Sýnum það. So many hits, eins og hann segir oft sjálfur. Já, hann kallar sig The Hit Machine. Hann The Hit Machine. Já. En það styttist hér að við heyrum skrítin síntöl þar sem að Egill hringdi í nokkra velvalda menn og var að monta sagði hann var að fara að jamma með King sem að villi í kvöld. Spinnum það hér eftir sem hálfstund. Það mjög spes. En fyrst ætlar, hann Egill að sjá myndur fyrir Kass í dag. Það þakkaði fyrir það að gefa mig þann heiður, Blöð. Að sjá myndur fyrir Kass og ég kannski fæði trailerinn þá, fyrst ég sé mynd í dag. Var ekki búið að henda honum? Ég veit ekki hvað hann sé. Eða búið að henda honum, þá labba ég út úr þessu stúdíun og í skellihörðinni. Það þetta hrikalegt, það verið að henda allt og miklu hérna. Við þurfum að geima þessa trailera. Má sjá, verður þetta ekki Þú ekki að bara flakkar og geima þetta þar, eða? Would you like to have pockets for the... Án gríns. Jæja, herru. Ég hvað þetta er góð trailer maður. Já, alveg rosalur. Ég er með 3 spurningar í myndur fyrir Kæja. Ok. Og ég ætla að byrja. Já, hver átt að byrja annars? Myndur að hætta handtristingum fyrir 5 milljónir ári það sem eftir er? Það alla svona hér, því að þá... Hvað er það? Þá farð þú bara ekkert að sjá þetta. Það bara fjölskyldufólk að rúnda hérna með útarpi í gangi. Það bara ekkert útskýra þetta neitt með það. Ég hef bara aldrei heyrt þetta sett svona saman handtristingur. Það er eins og sett að fara að fá þetta eitthvað shake eða búið. Við skulum bara láta fólk halda það. Ekki vera að fara með þetta. Hvað sagður þau? Fyrir 5 milljónir ári? Það er bara lagt inn á það. Það er bara 5 milljónir ári. Já, ég myndi segja já. Það er líklega mest að horse manure sem ég hef henni heyrt. Þetta er bara sannlega. Það steinfjör allan að gefa sér meiri tíma til að hugsa sér. Já, þú þekkir nú gallinn. Þetta er við sem er hann. Það var ekki ég sem var að segja að taka hana pening. Þá, hvað ætlar að safna múffu með það? Múffu safnarinn Blöð. Herru, ég ætla að Múffu safnarinn Blöð. En ég minna, þú veist, auðvitað, þetta er ekki spurning. Áttu múffu Blöð? Ég er bara, hann á alveg 100%. En að sjálfsög, ég sammála þetta. Það er bara þannig. Hvað? Ég meina, þetta er fullt af pening. Hann vil bara gera hvað sem er fyrir hennar pening. Já, ég finnst þetta. Sleppi handtristing. Það er reyndar kom mér óvart. Æ, flott hér. Já, næsta. Nei, grínast, það kom mér bara hrikalega óvart. Já, einmitt, næsta. Þess að bara ykkur 400 skall á mánuði, sko. Fyrir ykkur kongana það er alltaf klink, sko. Herðu, næsta spurning. Þú sagði 5 milljónur á mánuði rétt á? Ári. 5 milljónur ári. Deltu því 12. Æ, ég hugsi sleppi þessum pening bara. Næsta. Vel gert Steinþór, þú lífur ekki að hlustundun. I like that. Ekki heldur. Mundur ég þetta medium sized kúk á hvítum disk með fallegu hnífapörum fyrir 60 milljónir og ég leyfi ykkur að drekka það sér viljið neð. Medium sized kúk? Það er eins og bara að lefta einhverjum úlling að sjá þetta maður. Veitu, hvernig Ángríns, það er bara sem við séum einhverju bara menntaskólaútarpið. En veitu, ég er að átta með á því bara hérna. Ég er ekki að segja þessi þáttur sem þroskar að eðlisfæri, en þetta er bara mikið, sko. Ég meina þessi þáttur er mjög silly svona yfirleitt, en þetta er helviti mikið. En það sem ég er að spá ég, hvað er medium sized kúkur stór? Veist, erum við að tala já, erum við þá áttum með þið? En hvað sagði fyrir 60 milljónir? Já. Hvað myndir þú segja medium size kúkur verið? 7 cm kúkur eða? En þú veist, þetta er bara svona medium sized kúkur, skilur, sem leggur bara hvítum disk og það nýjapar. Ég er eftir hvers konar manneska kúkar. Það tekur ykkur hvað, 3 mínútur að viðbjóði? 3 mínútur? Það myndi taka mikið neitt tíma. Ég myndi gúfið sín og æla svo bara. Þetta er bara 60 kúlur. Þetta er rosalega fít peningur fyrir þetta. Fít peningur? Mér finnst þetta ekki bara að vera spurning. Þannig ef ég hringi Björg Tór á morgun og hann er til að sponsa þetta koncept, þá getið þið félagandi kúk. Næsta spurning. Bara 100%. Það er 100%. Þannig ef ég redda 60 kúlum, þá fer vídeo til YouTube. Já, það væri rosalega sterkt fyrir hérna, þetta væri gott málefni hjá Björg Tór að fara að láta það var 60 milljónir fyrir þetta. Já, ég get meira að bara sagt það. Það myndi skemmta þjóðinni. Ég get lofa þetta. Ég myndi örgulega borða 3 medium size kúka. Næsta. Það er spurning nummer 3. Hvernig verður hún með þessa tvær? Möndur leika í senu með hann Academy Award nominee Stefáni Octavian fyrir 250 milljónir. Ég er bara að setja lag. Þetta er rosalega þetta er bara komið gott hérna held ég. Þetta er ekki á snett. Mér finnst þetta að vera svo snett. Herðu Egill, þetta var í síðasta skipti sem þú sér dagskráraliðin myndur fyrir Cash. Til hamingju með hann. Já, þetta hefur þú sagt já að það? Nei, ég ætti að sletti.
Þetta Sia með Cheap Thrills. Ég held að Sean Paul sé þarna með henni. Virkilega skemmtilegt lag. Ekki Akon hana? Nei, Sean Paul. Ég held að Sia sé upp á söngkonum minn. Það er geggjur. Akon minn upp á söngkori. Já, ég var að tala söngkonu. Spilar ekki nógu mikið Akon, finnst mér. Já, kannski að því hann ekki gefið út smelli í svona góð 8 ár. Ok, hefur heyrt Lonely eða? Já, það svona 8 ár sinni það kom út. Lonely Island og Akon. Hefur heyrt Smackdead? Já, þetta allt gömul lög. Ég held að hann sé bara einhvers þar á eyðeyju með viniðinum Pitbull, því það hefur ekki komið lag frá honum heldur í eitthvað góð 5 ár. En hefur heyrt að Just Had Sex? Herðu, jæja, það komin tími á nokkuð símtöl. Egill búin að vera mjög montinn á því að hann sé að fara að jamma með Simma Will í kvöld. Já. Og, já, hann hringdi 3 símtöl, þar sem hann var að svona monta sig á þessu. Og ég ætla bara að spila þau hérna. Heldur þetta toppi kvöldið með Beisundir eða? Ég að vona það. Þetta færi langt með það bara. Fyrir með miklu væntingar inn í kvöldi. Já, þú fyrir með stóra væntingar, heyri ég. Hann byrjaði að hringja í Jón Gunnar og ætlaði svona að tjekka hvað hann ætlaði að gera í kvöld. Og svo fór hann að monta sig hann Egill, tjekkum á sig. Rósaði hringingunni fyrst. Geggjur hringing. Halló. Deadman. Nei. Ertu þarna? Ég haug. Ég glemdi að segja eitt við áðan í símanum. Nú? Já. Ég að fara hell í mig með King Simma Will í kvöld. Já, og okkur það ringi mig? Nei, bara, hvernig kvöldið á þér? Kvöldið mig bara, þú veist, tróðum með fleiri pizzum og svo bara heim í slökun. Já, ekki að fara að jamma með King Simma Will síðast. Nei, ég ekki að jamma með King Simma, ég hef alveg hitt Simma Will fullan, akkur það ringi mig, hvað kemur það með þig? Nei, hún er frábært kvöld. Hún er verið geggjahöður. Ég verið með King Simma Will, ég fórdrykku klukkan 18.05 á 14. hæð hjá honum með Ocean View, skrifstónas, en fyrir ofan hamburgerfabrikuna. Þetta sérst bara á eftir Base Hunter, þá þetta hápunktur þinna tilveru. Það verið með rauðhæra slókastorunum nokkuð. Þú að fara að endur skoða eitthvað í lífi og tilveruna. Ég bara fann að hafa áhyggjur af þér. Hvað meinar þú? Base Hunter var bestu dagur lífstíðs, sem grafalvarlegt mál. Og svo þetta að fara með spjóðkastarunum á fittir í einhverju blokk, frábært. Ekki vera reiður þó að ég sé að fara hell í með King Simma Will. Ég vona að þú hafa það gott samt. Já, ég bara plantaði bara í kvöld með spjóðkastarunum. Það var æðislegt jágur, bara knúsaði hann frá mér. Hann frábær. Já, takk fyrir það. Steik. Það var gott. Já, þú bóttir líka, ég heyrist það. Þetta verður dagur 2 í lífið þínu sem að toppa það. Það er klart. Þú ert fáruveikur eitt. Það er gaman að þekka þig, en þú ert fáruveikur. Ég fæ business tips í kvöld. Þú verður heim á bumbunni. Já, með King Simma Will, self-made millionaire. Góða skemmtun í kvöld, Jón Gunnar. Góða skemmtun á bumbunni. Þetta var símtalið í Jón Gunnar. Strax eftir, Jón Gunnar þá hringdir í, besta vinnin. Kópfaður. Já, og við skulum heyra hvernig Ásgeir tók, þetta er svo steikt. Við skulum tjekka hvernig Ásgeir tók ég að Egill var að fara að jamma með Simma í kvöld. Já. Kóp. Þetta er vöðvingin. Hvernig kvöldi á þér aftur? Bara einhver rólegheit sko. Svo kíkjum við bústað eða eitthvað. Okay. Ég að fara að jamma með King Simma Will. Já, ok, og? Ég að fara að jamma með King Simma Will í kvöld. Já, hvað? Það er að sér það að gera. Kom með það? Nei, það er ekki verið að koma með það. Því miður. Eðlilega spyðu samt. Nei, já, ok. Það væri geggjað en þeir eru ekki búið. Nei, en hvað er það málið? Hvað mennur? Það er að hringja. Bara heyrið þér. Þannig að þetta er bara ekki allt í toppstandi. Það hringja í mig, spyrja hvað ég er að fara að gera í kvöld og segja að síðan verður að fara að jamma með King Simma Will. Það er ekki lægið. Ég er líka að fara að jamma með honum. Blöð líka. Og Steindi. Síðasta helgi það er bara ekstra illa í því sko. Góða skemmtunum við bústað, Fartface. Ég vona að vera gaman í bústaðnum. Potið sko. Bye. Sjáumst. Þetta var Ásgeir Kolbeins og mennur að taka svona, skrýtil í þetta.
En svo var þú þarft svo marga sálfræðitíma. Það þarf að greina hvað, þú ert eiginlega að vera heill félagsfræðikúrs. Ég veit ekki hvað það er ekki hægt að pinpointa, en það er eitthvað mikið að. Það er eitthvað að. En svo heimtaði þú Steindi að ég myndi hringja bara í eitthvað random númer. Já, ég bara, mér dætti það myndi hringja bara. Ég tók ekki vel í það, Nei, ég sagði, hringdu bara hvert sem er. Stimplaði eitthvað. Og ég var enda ránaði með hana því að stelpan sem svaraði hún kannaðist við okkur. Já, maður heyrði það svona á símtalinu. En bara svo vitið að hlustendur, ég hringdi bara eitthvað númer og þetta var stelpan sem svaraði og Egill þurfti að monta sig við, já bara sem sagt átt að monta sig, sama hver myndi svara. Já, tekum á þessu. Alma? Já. Sælvertu Egill hérna. Einarsson heiti ég. Hvað segirðu gott? Bara góð sko. Þetta ekki? Já. Hvað er verið að gera? Ekki neitt. Já, ok. Ég er hérna að fara að jamma í kvöld með King sem að vil. Já. Og hvað ætlaði það að gera? Byrjum klukkan 18:05 og 14. hæð hjá honum på skrifstofu fyrir ofan hamburgerfabrikuna í Fordrik. Já. Ocean View skrifstofa. Já, hljóma mjög vel. Það ekki? Jú. Hvað áskar ég að hringja í mig? Nei, bara láta bara fólk vita. Já. Nei, þeir líst bara vel á þetta ekki. Jú, bara glæti dæmi með að láta mig vita hvað þeir eru að fara að gera í kvöld. Já. Þannig að hérna, ég verði með Simmavill í kvöld. Já. Gott að þér. Skemmt þér mjög vel. Eða ekki? Jú. Bara takk alveg fyrir þetta og góða helgi. Já, þetta fannst Agli óþægilegt. Þetta var líklega óþægilegt símtöl tekið að yfir. Þetta er líka bara allt mjög skrítið og setja montað á þessu. Hvað er þessi stelpa við haldið maður? Ég bara, veit það ekki. Þú vonu að sé að hlusta núna, hann átti að sé á það, ég sé ekki. Ég held hún að hann alveg fatt að mér heyrðist það svona. En við ætlum að hafa auglýsingar svo hér í fyrsta sinn í 3 mánuði. Sturla staðarindir ekki bara langt. Ég er peppaður, ég vona þessu, já peppuð. Gull léttöl kynnir. Hlustendaverðlaunin 2018. Nú kjósa hlustendur Bylgjunar FM 957 og X-ins 977 hvað stóð upp úr í íslenskri tónlist á síðasta ári. Kosningin er hafin inn á vísir.is. Í byrjun febrúar verða hlustendaverðlaunin afhent á glæsilegri tónlistarhátíð í beinni útsendingu á Stöð 2 frá Háskólabíó. Njóttu íslenskrar tónlistar og taktu þátt í hlustendaverðlaununum 2018. Flottasta tónlistarpartíi ársins. Bylgjan, FM 957 og X-ins 977. Keiluhöllin kynir Risa Bingo sveppa 5. daginn 18. janúar klukkan 9. Við spilum 4 umferðir og vinningarnir eru risastórir. B5, Bjarni 5. Bingo! Einn vinningurinn er iPad frá Epli. Einn vinningurinn er 75.000 krónar gjafabréf í Smáralind. Einn vinningur er King Size Supreme Room frá Dorma að andvirði 100.000 krónur og einn vinningur er gjafabréf frá Icelandair að andvirði 100.000 krónur. Allir þessir vinningar fara út á einu kvöldi. Sveppi verður bingóstjóri þannig að þetta kvöld er tryggð skemmtun hvernig sem fer. Hvar ætlar þú að vera 50-dagskvöldið 18. janúar klukkan 9? Þú ætlar að mæta stemma því það eru takmörkur sæti á sportbarnum. Keiluhöllin Egilshöll eða kannski Bingóhöllin Egilshöll. Mundu Múlalund. Við sendum gæðavörur beint á vinnustaðinn. Múlalundur.is. Vissir þú að lágkolvetnabrauðið frá Gæðabakstri inniheldur 26% prótein? Gríftu með þér lágkolvetnabrauð frá Gæðabakstri í næstu verslun. Gæðabakstur. Láttu okkur að sækja bætur og annast þín mál á meðan þú hlúir að þér og þinni líðan. Fortis fylgir þér alla leið. Snæland ísbúðurnar eru ferskar og góðar alla daga. Bragðarefur, shake, ís í brauði eða boxi og fersk jarðarber. Snæland býður 2 fyrir 1 alla þriðjudaga af öllum ís úr vél. Opið hús á 4 stöðvum á morgun. Frítt í tæki og hóptíma. Nánari upplýsingar á reebokfitness.is. Þú færð allt fyrir sundið hjá okkur. Hafsport.is, Nýbílavegi 14. 5 í fötu. Það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð.
Hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi, Egill, Öddi með ykkur á sem glæsilega fösti. Og það komið. Þetta glæsilegur föstudagur. Hann glæsilegur og við erum í hættulegum gýr og já, það komið að dagskráli sem búin að vera í margra mánaða pásu og við heldum að hann væri hreinlega hættur. Þá kemur hlustendum á óvart og kemur með hann tilbaka. Ég bað að fá, þetta eru bara 5. Ég var alltaf með 10 í gamla dag. Ok, þetta eru 5 þetta náttúrulega virtast til dagskráliður FM 95 blöð frá uppæðir. Já, við vitum það nú ekki. Sko, það þannig. Mér finnst fínt að hafa þennan dagskráliða svona 7-8 mánaða fresti. Já, það alltaf. Svona á ekki að peppa dagskráliði sem að fara í. Ég leiði þér alltaf að vera með spurningakeppnina. Ég mjög peppaður, sko. Já, ok. En við erum mjög peppaður. Ég mjög peppaður. Ég meina, finnir ekki líka bara hvað núna fest að fá sturla staðir að ekki fyrir svo leiki? Já, ég bara get ekki beðið. Insane fact. Eru þið tilbúinir? Já, við erum tilbúinir. Ég vona að hlustendur séu tilbúinir því að hér koma 5 sturlaða staðrendir. Fyrsta finnst mér alveg mögnuð. 54% bandaríkjamanna eru ekki syndir. 54%? Það rúmlega bara annað hver bandaríkjamaður kann ekki að synda. Er það ekki svolítið, sko... Ég er lélugur að synda, en ég kann að synda. Ég líka, ég bjarga mér. Ég syndi svona einhvers konar hundasund mitt á milli bringusund og hundasund. Já, það er náttúrulega træðilegast atriði 70 mínúnda frá uppæð. Þá þarf ég að vera að keppi í sundi á móti simma og þeim og átt að taka flugsund. Það er bara óþægilegast það sem ég horta á, sko. Þú veist, málega það, ég kann í rauninni ekki alveg að synda, þannig séð. Ég er basically bara svona, ég get passa mig að drukkningi í mjög takmarkaðan tíma, sko. Hvað varst að keppa móti þar? Simma og sveppa. Það var bara vandræðilegt. King sem að vilja því? Það er bara svo vitur að Simmi sendi mér Snapchat á hann og var að spyrja hvað væri að þér og ég átti að biðja það að hætta þessu. Hann eiginlega komið nóg. Hann spurði hvað ángríns að þessu manni og hægt að fara rétt að honum til að biðja hann að hætta þessu. Þetta er 80 mínútur. Þannig að hætta að kalla King sem ég átti að biðja hann það. Næsta, þessi hérna finnst mér rosaleg. Hafið þið myndina Blues Brothers? Já. Geggjumynd með John Belushi og Dan Aykroyd. Ég get ekki nefnt eitt atriðurinni. Nei, en þetta er bara með frægari myndum. Stórkostleg mynd. The Blues Brothers heimtuðu fjármagn eða sem sagt budget í samningnum sínum fyrir kókain og setti við gerð myndarinnar. Þannig að þegar budgetið er sett upp og þá er inn í því kókain. Ég held að það væri bara svona basic og þú taka upp bíómynd. Nei, hvað er þetta ruggla? Það væri bara skál. Og veitu, var það þá bara fyrir leikarana? Já, fyrir þá 2. Þannig að þeir voru í góða heiminum þegar þessi mynd var tekinu upp. Já, ok, þannig að þeir báðu bara að það væri... Þetta var þetta samþykkt? Já, þetta var samþykkt. Þeir vildu bara fá kókain budget inn í budgetið. Sem er ótrúlegt. Þetta er svo basically þú ert að byggja budgetum að sé sett gym eða eitthvað hérna á svæðið, þannig að þú getur lift og svona. Já. Þeir vildi geta hendi einn lykil. Já, aðeins meira það, bara skeið heyrist mér, sko. Já, það snjóaði snemma. Svo er hérna ein sturlustaðurinn sem að mér finnst mögnuð, það sem að við nú allir kíkt, til Atlantic City og Vegas. Já. Við erum einu menninni sem fara ennþá til Atlantic City. Það hefur ekki annað farað þangað, sko. Þetta er ghost town, sko. Þetta er bara þvílík shit holes, maður. En við höfum líka allir farið til Vegas, þetta er nefnilega, þetta fjallar Vegas. Ég hef aldrei aðeins minni sé mann í smelli joggingbuxum og í leðufrakka, svona Matrix-frakka, sem er að reykja inni á kasinóði við 2 börnum. Það er bara, sem þú sér það, sko. Þetta var mann langaði heim þegar maður horfði kring sig. Ég hef aldrei séð nextlæri mann eða þig þegar við sátum við blackjack-borðið og hann kom labbandi þarna. Hann var ekkert í smellubuxum, hann var bara í joggingbuxum. Þetta er seeing is believing. Þú þarft að vera þarna, allt sem ég segi þessa ferð og það sem ég sá þarna, það hljómar svo lega þessa. En það var svona ekki smellu. Þetta var verra en ég er að segja. Þetta voru venjulegar íþróttabuxur. Þetta var smellu, sko. En ekki það eru flottar en frakkin við, þú getur ekki verið í leðurjakka og joggingbuxum. Það er kombo sem enginn getur púlað. Sama hvaða trendsetter allar að reyna að gera það er ekki hægt. Svo mann ég sagði við Steinda herðið, hann var eitthvað kvartir bara að reykja einhver börnin í bara herðið, hvað getur þú sagt? Þú strompreykir hérna allan tíman. Ég er ekki með börnunum. Já, ég meina, þú veist að þú færður ekki, sko, ég er alltaf búin að vera reyklustangar í mánuð. Þið verðið að gefa mig smá hrósir. Þú komið 28 dagar. Ég er líka bara búin að tæma búðir landsins hérna, það er ekki hægt að, sko, en málið er að ég er reyklus. Já, það er vel gert. Ég er búin að verða í mánuð og það er vel gert. Það er bara í hreinu nikotín núna. Nei, sko, ég er bara með smá svona... Ég hef aldrei sem mann veipa jafn mikið á þeim, sko. Já, ég veipa, ég get alveg, þú sko, það þarf að panta meira upp í... Hann veipar hérna inni, hann er veipa til... Má veipa í stundin. Málið er það að það er samt svo mikið skárra og síðan trappa maður það og losa sig við það. Máttu veipa í bíó? Nei, þá máttu ekki veipa hérna inni heldur. Nei, það má hvergi veipa inni heldur. Akkur það gera það hér þá? Þetta er bara þið. Nei, ég ætla að tala um Rikka. Já, svo ég klári nú Líka tala það. að við vorum að tala um Vegas og Atlantic City. Meðal gestur í Vegas
tapar $447 að meðaltali á dvölsinni. Þetta 50 skall. Það frábært að tapa 50 skall. Já, meðalgestur sem fer til Vegas tapar 50 skalli áður en hann fann heim. Þetta þá að tala þú veist. Það blöð, sko, eftir klukkutíma í Vegas, sko. Þú ert þarna vanalega í 4-5 dagar, sko. Ekki vera að ljúga hlustendum. Tapa $400. Maður er að skælbrósenda að kemja heim. Hættu þessu, ekki vera að ljúga. Það við getum alltaf orðað þannig að ég sé að tapa þessari uppæð á svona 7 mínútum. Ef ég tapa $447 þá dettur kasínóblöðin, ég verð reiður, sko. Það er ekki eins og ég sé bara henda frá með 50 skallum. Ég hef líka séð þið vera reiðan, sko. Ég sá einu sinni blöð vera frá reiðan í hraðbanka í kasínó. Já, þú hefur sagt þetta áður hérna. Og Hugi svona að draga í peysuna svo halda og blöð róan eftir gólfinu. Herru, næsta störtlaða staðreynd. Yngsti hermaður seinni heimsstyrjaldarinnar var 8 ára gamall. Já, var bara hent AK-47 í fangiðanum og bara let's go. Já, hvað voru þið að gera þegar þú var 8 ára? Ég held ég að vera út í byssu og hann var bara með plastbyssur. Skotbolta yfir dyrjunum skóla. Nei, þú varst í skotbolta þegar þú var 16 ára. Já, þú varst enda, líka 8 ára. 28 ára gammal í skotbolta. Hvað varstu bara í 11-12 ári í skotbolta? Það er bara gaman í skotbolta, skemmtilegt. Mér veist þú alltaf að segja, ég var bara í dyrjunum skóla í skotbolta. Þú minnir mig alltaf meira og Adam Sandler bara Billy Madison. Af því hann var í skotbolta þar, svipa gamall. Svo síðasta styrlaða staðreynd dagsins. Það Katar-leikhús í Rússlandi. Þannig að fólk sem að fara á HM þeir geta að fara í leikhús þar sem allir leikararnir eru kettir. Já, þetta er svona klassískir LOL-kettir, spilandi á píanó og svona. Já, allavega. Það eru margir á leiðin til Rússlands. Ég hef alltaf sagt að Rússin er líglað, sko. Það er ekkert vesen á honum. Þetta er samt ekki eitthvað sem ég væri til að fara að sjá, held ég. Nei. Svona einhverja kettir leika. Alls ekki. Ekki peppaði fyrir, Egill, ert þú mikill kattavinnur? Ég er ekki að fara á leikhús með köttum, sko. Ég er bara að vera með 12-unni, trómur og félögum og komur að fyrir kalda og þetta er ekki flókið, sko. En eftir leikhús, búin að drekka út lítið lið, langar að kikið í leikhús, af hverju ekki kattaleikhús? Veit ég 12-un aftur? Ég get lofa því að 12-un er ekkert að vera í leikhús, sko. Það er góða búinur. Being a lover, being a cheat. All my sins need holy water. Feel it washing over me. Oh, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain. Opið hús á 4 stöðvum á morgun. Frítt í tæki og hóptíma. Nánari upplýsingar á reebokfitness.is. Dagsljósaperur í skammdeginu. Glowey, Ármúla 19. Næsta stopp fattarhreinsun. Næsta stopp apótek. Næsta stopp skipta ljótu bastkörfunum sem ég fékk í jólagjöf. Með Strætósip eru stoppustöðunarnir margar og þú vilt. Við erum að tala 6 mánaða nemakort með innifælinni Zipcar áskrift. Mist ekki á Strætósip sem fæst bara í janúar á strætó.is. Strætósip, besta leiðin fyrir sveigjanleiki námi. Vantar þið bókhaldskerfi í áskrift? Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda bókhaldskerfi landsins. Kynntu þér málið á naváskrift.is. Væs. Og þá hefjum við það sem að verður geggjað kvöld. Úrslitakeppni NFL-deildarinnar er framundan og Stöð 2 Sport verður með 4 leiki í beinni helgina. Þetta er Drew Brees og þessi grip í teppið og penkin fer alla leið. Tryggður áskrifti sína 18 sögur. Útsalan er byrjuð. Bíkó, gerum þetta saman. FM 95 Blöð á FM 957. Það er hárréttir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Klukkan að verða 5 og já, það er föstu dagur og allir í gír held ég bara. Ég er ekki eitthvað, er þetta bara í okkur af því að við erum að fara eitthvað í kvöld eða haldið að sé bara gír í lið? Ég sko málega, svona stemningin út af, ég fundi að sé nokkuð maður að fara út í kvöld. Þetta er líka búið að vera leiðilegu í janúar og svona. Já, þetta er stóri dagurinn í janúar. Já, Jú, en við erum í miklum gír og það, sérstaklega það er komið að spurningakeppni og miðað við konseptið hvað hún heitir þá er ég logandi hræddur við hana. Já, ég vann síðast, ég muni eitthvað betra ára en þú. Já, það var æðislegt að hafa unnið það. Mér, þetta var ekki Nei, miðað við hvernig ára mynd eiga þá hefði ég ekki viljað vinna það. Var þetta aftur, þetta var King of Entrepreneur, þegar ekki? Hérna, bara svona 50 pennavinnur frá maður. Entrepreneur, ég ætla að græja hérna. And self-made millionaire. Já, ok. Sem, þú veist. Skrifa á þetta, ég ætla að nota hitt að þetta er dagskrárlegur. Það er svolítið þannig, þetta verður Ben-spurning og enga flugvélspurning. Nei, það er ekki ólíklegt að það komi inn, ég veit ekki hana.
Það getur ekki alltaf verið sama hjá þeim. Það er ekki erfitt að lesa. Hvað fylgir þið að vera entrepreneur og self-made millionaire? Ég veit allt það kemur ljós, þetta er ekki flókið. Það vantar sann trailer fyrir þetta. Það er alltaf eitthvað skrítið að byrja þetta bara á engin trailer. Já, byrjaði bara. Áttu fyrirtæki. Já. Búm. Bóðum punkt, byrjaði mjög sterkt. Fyrirtæki mitt heitir? Já, þetta er Kantón SLF. Það er hárreitt. Mitt heitir Hláturskast EHF. Hláturskast? Já. Hvað reynir þetta, hvað er aðeins nöfnum hjá okkur? Alltaf rakkanuðu Kantón? Nei, ég hef aldrei eftir að opna viðskiptablaðið og sjá að Kantón SLF og Hláturskast sé að vera metið okkur miljard, sko. Þú trúið það fyrirtæki? Já, ég notaði lítið. Hefur þið verið rekinn? Já. Byrju, nei, jú. Góð spurning. Póntur á stegið þó? Já, sko. Jú. Hvað var þið rekinn? Ég var rekinn, sko, ég var að vinna sem kerrustrákur í Hagkaup. Rekinn sem kerrustrákur? Já, veistu hvað gerðist? Ég var að safna, ég var hræðilur. Ég var að safna kerrum, ég var náttúrulega bara, málið það, mér fannst... Þú var basically að sækja kerru og setja hana inn? Já, voru þið Stjáni stuð að skiptast á vöktum? Nei, sko, málið, ég fór ekki úrlinga. Nei, ég var í, sko, ég var bara... Það er besti kerrumar á Íslandi, Stjáni stuð. Ég var bara 15-16 ára gamall og ég fór aldrei mikið í þessa úrlingavinnur, ég vildi alltaf fara að vinna einhvers þar og ég fór að vinna í Hagkaup og var í kerrunum og ég var of gráður, ég sótti 30 kerrur út af plani og réði ekki við þar og misti þar á eitthvað svona flottan fína bíl sem ég rispaði allan og var reikinn. Ég er að fara að skemmta í brúðkaupi á Stjána stuð. Já, ég hef verið reikinn og fullt af vinnum. Blöð, hefur þú verið reikinn? Já. Hvar þá? Vúrð. Nei, ég var ekki reikinn á Vúrð? Nei, ég var ekki reikinn á Vúrð. Það var alveg skellur. Ég var... Sundlaug? Já, ég var ekki reikinn, ég var svona vinsalega spiðin að hætta bara. Það er bara fallit orðið reikinn. Punktur. Íslandsflugi, svafin á klósetti. Ég var að svo vinna í póstinum, þá er mitt vaknaði. Nei, ég mætti vill á mótnana, svo fann ég mér góðan stað í fyrirtækinu og faldi með þar hálfandaginn. En svo fannst ég og var reikinn. Þarftu að biðja yfirmann þinn leyfi eða þú ætlar að skella þér í æfingu á vinnutíma? Nei, maður svona kannski lætur vita. Þarftu að biðja leyfi? Nei. Það segja, má ég fór æfingu? Nei, þú náttúrulega við náttúrulega erum með sama yfirmann. Þú náttúrulega æfir þetta ekki, en ef það myndi koma svo atrið upp eða náttúrulega æfingu, þetta byrður leið. Já, ég held að segja örugglega ekkert mál að skjótast á einhverjum æfingu. 3-3, þetta er aldrei verið svona spennandi. Já, það er allir að skýta í svo spennandi. Þetta er 3-3. Ég finn einhvern veginn, fólk spennastu. Einmitt. Fættistu með silfurskeið upp í raskatinu með moldríka foreldra? Nei, það er nú alveg ótt að segja. Þeir eru báðir self-made, senast. Self-made hvað? Bara krúðar hérna á FM, sko? Við erum svo sem ekkert, sko. Það er bendaðar á 12 miljonar bensin fyrir utan hérna á 35 Það kostar ekki 12. Ég kan labba út núna og benda á hann Nei, það kostar ekki 12 miljonar þessi bíl. Þú getur líka benda á rauðu þrumuna og segja nú ekki þessi self-made og bendur á hana. Ég er ekki að benda neinum á hana. Ég er ekki að vera leðilegt, sko. Fyrst er ekkert leðilegt, þú stoppar rauðu ljósi, lítur hægra megin, fulli bíl af fallegu konum og þú ert þarna reykjandi ykkur ljótasta rauða bíl sem ég var Ég er reyklaus, ég er búin að reyklaus í mánuð. Þetta er reykjar. En jú, en þú stoppar rauðu ljósi og Jói Fél kemur á hömmöðnu sínu hversu mikið piece of shit bara enga veginn. Ég er ekki svona sjálfó, sko. Ég á viljandi ljótan vinnubíl. Ég get alveg seltan, sko. Það er eitthvað að maður. Það eru seltan, þú getur ekki gefið hennan bíl. Hann er svo ógjöfslegur einan, sko. En ég gæti fengið maður sest í hann og maður festist við sætið. Kipir númurnum af, lætur hann flakka bort í höfn. En nei, ég hef ekki þurfaði að keyra á Hummer. Sko, þannig þið eru báðir self-made. Þannig að það er punktur frá báðar 4-4. Hefur þið setið eins og baller með flöskubor og skemmtist það? Sko ekki eins og baller við höfum báðið gert það og við höfum setið saman villisingurinn á flöskubor. Hvað þarf það að ljúga? Nei, ég hef verið á flöskubor en ég var ekki sitjandi eins og baller. Heldur þið að verið búin að neppa 4 og verið með sorgleiru inni eða eitthvað slið? Ég var bara ég hef ekki bara verið hérna sitjandi og fann mér í glas og talaði við vinni mína. Neppa 4 með sorgleiru og síkó.
Hvað þarf ekki að sjá þig í kvöld búin að neppa 4 með sólgleru Ég myndi borga vel fyrir það. Hvað þarf að gera fyrir þá mynd? Já, ég bara Veistu hvað þarf að gera? Þú vilt fá það. Hvað þarf ég myndi Þú þarf að borga flöskuborðið fyrir það. Fyrir mynd, ég myndi aldrei gera Það ein ljósmynd. Aldrei gera fyrir Aftur upp út í gleruna. En ég skal segja ykkur alveg. En nú ætla ég að vera alveg hreinskilinn við ykkur. Af því að við höfum allir sittið á flöskuborðum og það nú ekki því svo. Það hefur nú alveg annarkur maður sittið á einhverjum flöskuborði, ykkur ammali eða ykkur vinahóp. En þetta finnst mér leiðilegt. Mér finnst það leiðilegt. Mér finnst leiðilegt að sitja ykkur staðar á sama stað með einhverjum flöskur fram og drekka úr. I beg to differ, af því að þegar þú situr með flöskuborð, þá er ég ekki að tala um að þegar situr með flöskuborð, en þá er allir með sæti saman sem þú verðst að djamma með, sem er mjög mjög skemmtilega þetta en allir sé að rölda staðin í sikur hodni, sko. Málið að ég nefnilega röldari, sko. Ég vill vera að þú kíkja aðeins á dansskóli, kíkja aðeins á barinn og fá mig kannski mismunandi drykki, sko. Hættu þá að sitja við flöskuborð eins og einhver kongur, eins og farðu bara röldi. En það alltaf sem ég segi strákar please ekki flöskuborð. En þú getur með flöskuborð og svona staðið upp á og til, ráfað og komið aftur. Það er svo sem alveg hægt. Það er hægt. Hefurðu keypt bíl sem kostar meira en 7 milljónir? Nei. Hörðu þið sko. Nú pakka ég saman og fyrir hérna. Hvað eru? Það er rölt út með að sína það bílina fyrir utan það. Það er aðeins þér. Nei. Þetta segir maður að fengið það Benz bara á 2,5 eða? Nei, það er svona ísvipuður í til. Þið held ég að fólk sé með ælun í hálsum. Já, hættu þessu. Taktu næstu. Þetta er sko, þessi bíl kostar meira en 7 milljónir. Herru, haltu bara áfram með leikiðin, maður. En það er þá 5-5 bara. Ertu gagnrýndur að yfirmanni eða þú tekur vinnurhristing? Bara þetta síðast spurningin. Þetta er ekki búið. Það er 5-5 og þetta er mjög spennandi, sko. Þetta er mest spennandi spurningin sem ég hef verið með. Ég get lofa því að ég myndi fara hérna upp á... Nei, það er, hvað sagði, var ég skammað? Það er bara ekkert að fara að gerast. Nei, það er ekki gerst. Ef þú myndi mæta til yfirmannsins og segja, heyrðu, hérna, bara svona rétt að láta það vita, ég var í vinnurhristing. Er ekki alltaf sáttið við það? Það var bara ógæst þetta að segja. Þá veit ég að manneskja myndi náttúrulega bara, yfirmaður myndi aldrei taka vel í það, sko. Já, ég get ekki gefið ykkur punktar. Nei, við höfum ekki áhuga á honum. Ég ætla að vona að enginn sé að því. Hefurðu splæst utanlandsferð á vinnin á háklassa staðinn Benidorm? Já, það er punktur og blöð. Ég ætla að segja já líka. Já, þú splæstur á fjölskylduna, ekki? Já, ég meina konuna, barnið. Konan hans er besti vinur. Ég meina, kona mín er besti vinur mín. Ég sagði bara vin, ég meina, fjölskylda vin. Óvæntu punktur. Shit, þetta er spennandi. Það er 6-6. Er þetta spurningin? Þetta er síðan spurningin. Já, sem betur. Ok, ég hef aldrei, sko, púlsinn er í svona 200 slögum. Ég vil ekki vinna. Hefur þið girt niður þig í penthouse-íbúð? Girt niður mig í penthouse-íbúð? Það er ekki gert. Þú kaupaði penthouse-íbúð fórsvunni fyrir mánuðið síðan. Þetta er ekki, shit, þú ert svo leiðileg, mann. Vá, þetta er ekki penthouse-íbúð, sko. Nei, þetta er bara ekki. Nei. Penthouse-íbúð, veistu hvernig hún er? Og lofti kemur svona ská niður, þetta er svona penthouse-fílingur, það ekki? Ég ætla að tala um hvort ég hef háttað mig bara. Eftir að tala um, sko, þetta er ekki svona penthouse-íbúð sem heitir penthouse-íbúð núna. Herri, þetta var bara frábært í aðtöflið hérna. Það skána hjá henni. En þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð og það er komin tími á dag. Ég ætla að reyndar að óskandi vinkonum minni til hamingju með útskriftina í dag. Hún heitir Telma og er búin að vera í, MK síðan hún var 16 ára. Ég held hún sé 35 eða 6 ára í dag. Er þetta bara svona kvenkins vanvældir? Festist hún bara í skemmtarnalífinu í MK? Já, hún var alltaf útskrifast í dag. Tók sér tími. Hún fætti 81. Ég var í MK. Snillingur. Ég var í MK. Já, hún har kannski verið með þér að náttúrulega. Nei, hún bjóð úti. En þetta er vel gert hjá henni og óskan er innilega til hamingju. Eru þið ready í hvort myndur frekar? Við erum klárir. Ok, þá, sko, ég ætla að taka hérna, vera með koncepta því að það er svona smá, út að við erum að fara hérna á lífið og svona í kvöld. Þá ætla ég að vera með hvort myndur frekar og þetta er allt hvort myndur frekar djama með þessu með hinum. Já. Hvernig líst ykkur að það koncept? Mjög skemmtilegt og fest tvist hjá þér. Það ekki? Jó. Takk fyrir þetta. Fyrsta spurning, hvort myndur frekar djama með Bjögga Tór eða Skúla Móg? Þetta er léttur sett. Ég trú ekki að þetta spyrja mig að þessu. Ætlir þú ekki bara að byrja það? Svo áður hún lítur á þetta sem bara algjör bara mjög einfalda spurningu. Hann vill náttúrulega vera besti vinur Bjögga, sko. Ég er búin að reyna að hafa sambandi Bjögga núna í nokkur ár. Ég veit að, Steinþór, en Skúli Móg á en airline. Já, reyndar. Ég held að Bjöggi nú örgulega 2-3 vélar. Hann var ekki bæðins bestu, hann var flugfélag. Já, gera sælli greið. Þannig að það er gaman að partíja með Skúla Móg. Að sjálfsögðu, það er geggjað. Út og sátt með Skúla, hörru, skellum okkur til Miami og bökum okkur aðeins. Ég var með hún í partíu daginn.
Þú með honum í partíum daginn? Já. Hvað partíu varst þú í? Mjög co-father. Þú veist alveg að Bjöggi á sko 2, eitthvað billions. Þannig að það er ekkert vesi að vera hann að fljúa með til Miami. Meira kass en Skúli Móg. Sko ég veit að Steindi segir Bjöggi Tóra því hann vil vera besti vinnans. Hvað segir þú, Egill? Á hvað það spurja þú veist hvað Steindi segir? Ég fatt þetta ekki bara. Ég fatt þetta sem byrjaði að hlæja. Bara no-brainer. Og ég búið að partíja með Skúla Móg og I had a hell of a time. Nú tekur Skúla. Geggjað. Og hérna Var geggjað að partíja með Skúla? Það var rosalegt. Já, ég trúi því líka. Hvað voruð þið bara trún og heima á Kolb? Já, ég vil þeirra að jamma með vinum mínum, þú veist, skilur, og við tölum alltaf sömu hlutin aftur og aftur, en talaði við gæja sem á en airline og hérna er líka ekkert eðlilega huggulur í þokkabót. Hrósum fyrir það. Já, glæsilegt. En það sem ég er að velta fyrir mér, Bjöggi Tór gæti mögulega kipt Beckham með. Reyndar, sko. Þeir eru bestu vinnir, sko. Og það talum ekki bara vinnir, bestu vinnir. Það var svolítið, það er af áhrif. Já, hann að ég Ætla að sé búin að bjóða Beckham í Mósbæinu? Það er góð spurning. Hann hefur verið á Íslandi, Beckham. Málega sko við megum saman ég það svar? Já, ég veit að sko ég og Bjöggi Tór báði bodybuilders. Beckham besti vinnur hans. En Skúli Móg, ég tek Skúli Móg. Okay. Já. Ég er með reynslu af Java með honum, það var geggjað. Ég veit að kvöldi verður 100% sko. Þetta komið gott. Ég held ég ætti auðveldara með því að jamma með Skúla. Ég held ég léttar að ná í hann. En reynda ná í hann þá. Ég kýs Bjögga. Þú kýs Bjögga. Hvort myndið frekar jamma með Röggu Gísla eða Siggu Beintins? Já. Hefur heilt getið fengið eitt lag enn á meðan ég ákveðmu sem er geggjað lag. Það er svakalegt lag. Hún kom að tóka í brúðköpi í Hannes í markmannu. En hún Ragga og nú heldur betur hittara líka. Ég sko Ragga er eins og all skemmtilegast það sko. Málið það, ég hef jammað með Röggu Gísla. Já. Og það var æðislegt. Við smelt. Það var æðislegt. Já. Það var æðislegt. Við smelt pössum saman á jammið. Hún var maðurinn að Birkir. Hvað ætla að spila þetta? Ég ætla bara að hafa eitt lag en ég að hugsa með. Það fyrir að hlusta á Gretar sko. Herru, hvað segir þú, Steindi? Herru, sko, málið er það. Ég held að Já, þetta er þetta fárlega gott lag. Ekkert verið að pæla þessu lagi, bara svara spurningunni. Sigga var aðal skvísan í bænum. Það þarf að svara? Já, veistu hvað ég hugsa? Eins gott og þetta er, þá held ég að það sé einhvern veginn svona, ég held að Sigga myndi vilja fara, hún myndi vilja fara snemma heim, hún myndi fara hálfinn, drekka nokkuð glös, ég myndi velja Röggu. Þú tekur Röggu Gísla? Já. Hvor myndir þú jamma með? Þetta er að töffi. Má ég sleppa að svara þetta? Nei, svaraði, og slökkt á þessu lagi. Ok, já, slökk á þessu lagi. Nei, ok, svaraði allavega. Röggu. Þá er það þriðja og síðasta spurningin. Hvort myndið þið frekar jamma með Degi B. Eggerts eða Guðna TH? Borgarstjórinn eða fórsetin? Sko, ég hef jammað með borgarstjórnum. Móðalega neymdroppin í gangi hérna hjá þeim. Þú er bara að jamma með allir þessi lið. Já. Og hann er að... Hvernig jammaði þú með borgarstjórnum? Ég fengi mig bjóð með borgarstjórnum, við erum í sama partí. Já, þú varst ekkert að jamma með hann. Ég er að tala um að þið eru bara tveir að mála bæinn. Já, tveir, við vorum kannski 4. Já, þú veist, 4, 5, já, 4, 5. Já, ég hef alveg farið, ég þekki dag mjög vel. Þannig að ég er alltaf að sjá okkur saman þegar þú segir það. Já, ég kannast vel við borgarstjórn. Ég kemur ekki óvart að það myndir rétta með lykilinn að borginni daginn. Þannig að ég gæti sendt þig í SMS núna og segja þetta, heyrðu, gamli, ég var að gera eitthvað Mórsfellingu, sko. Já, ég var að dagur, nei. Þú? Ákveð að hann að rétta því að lykilinn að reykja þig. Já, eins og ég segi, já, hann getur rétt með alls konar lykla. Einn ástæða dag myndi heyri þér ef hann þarf að ná sér eitthvað votes og hann þarf trúð. Það er eina ástæða að þú fær símt. Það er ekki bara að þú vil drepa tíman, sko. Heldur betur. Heyrur bara í honum á 4 ára fresti? Ég gæti sendt honum núna, vilt ekki koma bara með okkur í kvöld og hafa gaman og hann myndi líklega að mæta. Hann líkur 0. Þannig að ég ætla að segja Guðna af því að ég og Dagur erum í rauninni jam buddies fyrir. En munið þið fengum Guðna í spjallirna og við tókum hann í spurningi. Já, þú spurði hann hvort hann hefði farið í þveng. Það var fyrsta spurning sem spurði hann fórseti. Hann var ekki orðin president, ég spurði hvort hann hefði farið í þveng. Hann var helviti líklegt at the time. Hann yrði fórseti. Hann var orðin fórseti. Þannig var hann bara running. Það myndi ekki skipta máli. Bara í spjalli. Já, eftir að segja mér að hann kem í dag, þú myndir ekki spyrja hann að nákvæmlega saman. Nei, það var rugglaður. Og ég spurði að fórseta hvort hann hefði farið í þveng. Já, þú búinn að því. Hann var running þarna þegar hann kom. Og ég spurði hann hvort hann myndi, hvað hann fæði svo á jamminu, eða blöð spurði hann hvort hann fæði svo á jamminu, í hraðspurningum.
Og hann ekki mikið verið að sippa í sig. Hann sagði bjórið ekki. Sko, hann getur ekki 1 kaldan sagðan. 1, en þú veist, svo færa hann sig yfir okkur 3 sekundur að henda einum niður, sko, okkur félagunum, sko. Kosturum við að djamma með þeim báðum við erum alltaf með bílstjóra. Nei. Jú. Fann að keira eftir 1 blöð, sko. Nei, ég að segja að við erum með bílstjóra, þeir eru báðum með enga bílstjóra. Nei, þeir mega bara ekki að, sko, segja, þau fá sér bjóra. Hjólar allt, sko, enga bílstjóra, sko. Já, fórsetinn gæti verið með enga bílstjóra og borgarstjórin líka ef við værum á djamma. Ég var að segja að það væri kostur. Já, við getum verið á fórseta bílnum. Já. Það sjálfsögum. Bróði Guðna einn af bestu vinum, Patti. Við þekkjum nú litla frænda, Sjópi. Dagur kendi mér í íþróttafræðin í HR. Já, þeir eru voru að tekja mér. Vilt ekki bara senda okkur í e-maili og svara? Og við náðum ágætlega saman þar. Er það ekki bók, nefnum að svara bara? Hann með krullur. Hann með krullur, hefur það áhrif? Ég bara hugsa upp á þetta, maður talaði. Hann með rosalegt hár, reyndar. Ég get lofað eitthvað því að menn sem eru sköllóttir þeir kunna djama. En ég veit að Egill er mikill aðdáandi góð hás og hárfur og svona. Ég meina, Dagur hlýtur að skora vel þarna. Hann sagði Guðni, þeir sagði báðu Guðni. Sagði þú Guðni? Ég hef ekki partíð með Guðna. Það er rétt. Hann er the president. Já, svo náttúrulega getur við bara Steindi, tekið 1 símtal og Dagur mætir þetta. Ég græja það. Já, takk. Sumt bara betra en annan. Bacon Gordita Crunch, Taco Bell. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Útsalan hafin. 15 til 50% afsláttur. Hafsport.is, Nýbílavegur 14. Næsta stopp Magga móðursystir. Næsta stopp Silla hjá tannlækni. Næsta stopp að sækja 2 kassa vínilplötum í Mosfellsbæ. Með Strætósip eru stoppustöðarnir eins margar og þú vilt. En það fæst bara í janúar. Strætó.is. Opið til 11 alla daga. American Style. Á lífsins leið má alltaf búast við slysum eða óhöppum. Fortis fylgir þér alla leið. Stendur eitthvað til? Ykkar skemmtun, okkar fókus. Hókus Pókus Laugavegi, hókuspókus.is. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blöð. Þeir eru hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og já, við þakkum ykkur að sjálfsögðu kjalla fyrir það, drengirnir hér og það er komin tími á dagskrálið sem að heitir Hver er líklegastur? Já. Og þá eru allir með spurningu. Akkurat. Og þurfa að svara, ja, svörum allir hver er líklegastur rétt til þess að gera hitt af þetta. Og það fá allir 1 séns og ég er að spá að byrja bara á þér, Steinþór Hróar. Já, mér líst vel á það og ég þakka kærlega fyrir það. Sko, ég fór að hugsa þetta, hver er líklegastur? Og við erum búin að taka fram í þættinum í dag og alltaf sé ekki orðið bara konsept þáttarins að við 3 erum að fara að fá okkur nokkar drikki eftir þátt. Megum segja frá því, við erum konum með aldur. Gerum það sem við viljum svo lengi sem við fáum leyfi, eins og ég hef alltaf sagt. Frábært. Og þannig að mín spurning er, hver verður líklegastur í kvöld til að verða sér til skammar? Já, tengið við kvöldið. Ég tengið það við kvöldið og þetta strákar, þetta er nefnilega svolítið góð spurning. Þetta er samt að no-brainer. Já. Finnst mér reyndar ok, ég skal viðurkenna það er mikið stress í mér núna, út af leiknum á morgun. Sko, málega, ég hugsa að þetta væri svolítið mitt leikatækja. Ástæðan fyrir því, frá mínum bætunum, að því að, Öddi, þú ert stressaður fyrir leiknum á morgun. Það er bikaleikur, þetta er stór leikur á móti káringum, Tindastól-hleyfum, allt niður sem hinga til er að rífa sig upp. Þetta er stór leikur. Þannig að þú gæti verið í einhvers konar svona einhverju stressdrykkju. Og spennu falli á blöð og stress. Á móti er Egill að fara að hitta Simma Vill í kvöld og hann er að eima á stæðsta og besta kvöld lífsins fyrir utan þetta beisundikvöld. Jafnvel er að fara að toppa það. Þannig að hann gæti líka að fara hratt í 2-faldadrykki bara svona til einhvern veginn í rosalegu svona spennu drykkju einhverju. Ég held nefnilega sko, þú hittir svolítið naglan á höfða, ég held að Egill sé líklegastur til að verða sér til skammar í kvöld. Já. Hvað meina að vera til skamma? Hvað er að gera? Detta okkar borðið? Nei, þá er það að tala um að hrópa kannski upp á svið, vera dónaleg við einhvern hópnum. Já, vera dólgu sko. Já, sko, þú ert alltaf að fara að vera skrítinn með Simma. Ég er bara að hlakka til að sitja með okkur á borðið þarna sko. Ég ætla að sitja við hliðan á King sem að vil. Já, við vissum alveg. Hvað hérst að við ætlum að fara að taka það sæti af þér? Við myndum ekki hafa því. hreinu. Já, þú bara sætið þitt. Ekki sitja beitt á móti mér og
Þú færði að sitja við hliðina á honum, kannski megum við sitja við hliðina á ykkur eða eitthvað Ég menna einhver hinni með mig Mér alveg með sama hver það er Þannig mitt svar er Egill Sko Ég ætla ekki að planta mig Ég ætla að það væri mjög skrítið ef að það væri bara fyrirfram ákveðið hjá þér að planta Ég hefur einhvern tímann ákveðið það bara Herri, ég ætla að planta mig í kvöld Ég ætla bara að faceplanta mig þar Það er góð punktur Þú getur samt valið sjálf það, ég minna það Ég hef ekki ákveðið það Nei Ég held að Króksara blöð sem ég sé hann titra hann hinni með mig Hann skelfur allir, já Nei, ég skelfur Það er miklu að ágjöra þessu Ég giska á Casino blöð Já Ég skal lofa þér, hann kemur ekki í kvöld Leikurinn er 1:30 á morgun, sko, ég þarf að vakna feskur Ég hugsi ég verða að segja Egill Afsækja það Þú ert bara stendur Ég er með þitt bak, ég ekki tekið þessu Já, ég minna, þú veist, eins og ég segi Þú verður þetta skammar, það er mjög líklegt En þið verður fyrirgefið strax Ok, þá er það næsta spurning Það verður ekkert í vesen Nei, ekki neitt Hún er frá mér að því við erum nú líka bara að hitta Sveppa Krulla eftir Ég ætla að spyrja hver af okkur er líklegastur til þess að aldrei aftur tala við Sveppa Bara í lífinu? Já Verður það okkar beef eða? Já Celebrity beef eða? Vá Celebrity beef Ég hef nú, sko málega Hvernig celebrity beef verður það? Ég veit það ekki, bara hver verður líklegastur til að tala aldrei aftur það? Sko, ég hef séð ykkur með berum augum rífast eins og hundur og göttur Þið hafið nakkrífist og þið hafið labbað þessu sikur áttina En það er það sem góðu vinni gera Og þið verðið alltaf sáttir aftur Árið tónu þið úti Þeir eru búin að vinna saman lengi og þannig að það þyrfti helvíti mikið að ganga og þið myndi sko saltast þú myndi saltan for life Já, það er mjög ólíklegt Hætti hann að tala við okkur eða við hann? Við hann Já, ég veit ekki alveg hvað hann geti mögulega gert þér svo þyrfti það að hætta Þetta er bara ég myndi skjóta á Egil Ég hugsi skjóta Ég ætti að tala að Sveppa Já, svona líklegastur af okkur þreim Hann hefur skemmt fartöluna en áður Þú varst brjálaður þá Þú ætlar að berja hann Ég var reiður í 2-3 klukkutíma Þú varst meira en reiður Þú getur nú viðurkennt það hér Þú varst næstu búin að kýla hann í hausinn Ég meina, þú veist vinna mín er í tölvunni og hann braut hana Við vorum fastir, svo ég útskýri kannski aðeins fyrir hlustendur Við vorum fastir í Köpen á einhvern stað og flugvélinn Já, það var senkun á flugvélinni Sveppurinn var komin í smá gír og Egill var ekki í gír Hann var í tölvun að senda tölvupósta og his clients eins og hann kallar það Sveppi var svo pirraður á honum Hann bombaði tölvun og braut hana Og Egill var nýbúinn að segja við mig inn á staðnum Djöfull er áriðin þreyttur á Sveppa Og þetta var svona til að fylla mælinn í vagli Þannig ég segi Egill Það munaði næstu litlu þar Já, við segjum báður Egill, hvað segir þú? Sko, ég elska Bury the Hatchet Já Það er sem ég geri Og það er eitthvað vesen I bury the hatchet En sko Þú grefur stríðsaks Já, þú veist, þannig að þú veist eins og hana, ég var bara pirraður út í Sveppa í 2 klukkutíma og mölbröð tölvunum mínu, sko Einhver eru pirraður í viku Já, bara allir Kannski bara mánuð Já En blöð getur verið þverhaus Blöð getur verið bitið í sér hluti og þú veist Já Hann er mjög góður í því, þú veist, hann getur það Þannig ég hugsaði ef að Sveppi myndi gera eitthvað Ég enda veit ekki hvað það er En eitthvað alvarlegt á hans kostnað þá gæti blöð sett sokk í hann Bara sett sokk í mushroom Ok, kom með þinni spurningu Ég segi blöð Já, ég heyrði það Hver er líklegastur til að leka í gæðsálöfum út erótískar mynda sér á internetið? Já Steindi Það var engin svara svona snögt Nei, ég hugsaði upp á Þetta er snegsta svar Sko, hann er að tala um að lekinni sjálfur, sko Nei, lekinni sjálfur? Já, leka, ég seti gæðsálöfur og leka En þannig að kannski fyrirlinn er búin að kerast niður og þetta mann Ef þú átt að lekinni sjálfur, þá myndi ég segja þú Hæ? Já Ég hef þetta verið óvart að vera Steindi En þá ertu að tala um að Ef ykkur kæmist í private collection tala um það Nei, þá er hann að tala um að Sigrún myndi taka mynda mér og postir einhvern Facebook eitthvað Nei, þeir eru búin að vera lengst saman og þeir verður kannski að krydda upp á þetta og ættu svona vídeo Þú verður svona líklegastur í það, finnst mér Já, þú meina svolítið vídeo Þetta er ekki vídeo, þetta er ljósmynd Það er ljósmynd? Það er erotísk mynd Þá er þetta alltaf Egill Alveg pottitt Gerir ekki að spegla og taka myndir af það Þú ert nú þegar búin að senda út Ég er samt í einhverju Ég meina, já, þú ert í einhverju en þetta er nú erotíska myndir yfirleitt hjá þér sem þú ert að posta Bodybuilding myndir Stekkjaldið, þetta er ekki bodybuilder Já, þú veist, þetta er svona Það sem bodybuilder gera, taka myndar sem berum ofan Já, þetta er svona eins og bara úlingastelpur gera Þetta er létt, þetta er Egill að mér Frábært Egill að þér, já Ég hjartalega sammála, þetta er Egill Ég segi Blondale
Akkur segir ég? Það bara, þú veist. Já, reyndar alltaf Kemur ekkert óvart. Já, veit ég ætla að velja þig líka. Það ég segi Steindi. Ég segi þetta sé klánvídeó. Veit ekki hvaða leik þær halda við sem að spila. Ég vak ekki leikur en eik nema að ég fái greit. Svo þess að tíkum með að geta eins og að vilja. Birnir og herra Netusmjör hér í FM 95 Blöð. En það er komið tími á dagskrárlið sem hefur ekki verið hjá okkur lengi. Við ætlum að opna fyrir síman þegar. Já, við ætlum að opna fyrir síman því að það er flottulagakeppnin. Já. Og ég ætla að tengja hana við bikarúrslitin á morgun. Það sjálfsögðu. Og þannig að, já, keppnin í dag er, ef þú er að fara að keppa úrslitaleik í bikarnum í körfubolta, hvaða lag værirðu með í headphoneunum þegar þú ert að labba inn í höllina? Akkurat. Til að peppa þig fyrir leikinn. Hvað svona, veist, maður sér alla fótboltamenn og körfuboltamenn og alla, þeir eru alltaf með headphone á sig þegar að labba í höllina. Þannig að þú ert í rauninni, þetta er ekki eitthvað sem allir heyra, þú ert með headphone og þetta er eitthvað til að peppa þig upp til að fara inn á leikinn. Koma þér í gírinn. Ok, ég er með fullkomilega í þetta. Ok. En ég ætla samt að, ég byrja alltaf í þessum keppnum. Já, Egill, það er langt sem Egill byrjaði hana. Egill, þú byrjar. Ég byrja? Já. Já, ég er búin að senda þér link. Já, ég sé hann hérna. Góður. Ég er bara að sjá lagið þitt. Er þetta beisandir það? Þetta lagið sem þú myndir setja á til að peppa þig búin að fara að keppa úrslitaleik í körfubolta. Sko, ekki niðurlega lagið mitt áður og setur það í gang. Nei, banna, ok. Þetta myndi keyra mig í gang fyrir bikarúrslitaleik, stóra lyftu eða hvað sem það er í lífinu sem krefst svona einbeitingu og átaks. Við spilum allir, mínútur okkar lagi og svo ringið þið í 511-0957 og fyrstur upp í, 4 atkvæði vinnur þessa keppni. Þetta er lagið sem að Egill væri með í headphoneunum ef hann var að labba inn í höllina að vera að keppa úrslitaleik. Það er eitthvað sem þú vilt segja rétt áður en að lítur að play? Bara hækka vel og opnið kaldan takk. Hækka vel í græðum og opna kaldan, segir ég. Ói Ég myndi að sleppa að spila leikir. Ég fæ sting í enni, sko. Betur fyrir því ekki dómar að þjóðin ræður í dag. Bara blæða úr eyrunum að mér. Möndu spila skúter Jigga og var að fara að keppa úrslitaleik. Þetta var Chaser. Hvað ekki Jigga kemur á eftir í svona fæl. Ég veit að má ekki rakka niður lögin. Nei. En að vera með þetta í headphoneunum að labba inn í höllina. Vá, ég myndi ekki peppa stöð fyrir leikinn. Það er okkur ljóst. Það er svolítið þannig. Það vona sér enginn í Tindastól með þetta á morgun. Ég minnað á Blöndahút var söðuklokki, sko. Já, þar spilum við ekki þetta. Steindi, viltu útskýra lagið þitt eitthvað? Já, það sem er, sko, ég valdi sem sagt XXX Rottweilerhundar Hí á þig. Þetta er eldgamalt lag með þeim frá 2001 held ég. Og það sem þetta gerir það að þetta er, sko, ég er að segja við sjálfa mig að mótorinn sé bara aumingi. Ok. Og ég er að lítilækka mótorinn fyrir mér. Ég er að breyta þeim í mís. Þannig að þetta lag var í þínum headphoneum. Já, og ég myndi blasta þetta lag og ég myndi horfa á fyrirliðan í hinu liðinu í augun á honum, inn í sálin á honum með einn spilaðdrag. Tekum á þessu. Hvað er að gera? Ég myndi horfa inn í sálina á gæjanum og syngja Þú ert nú sodans aumingi. Mörg góð lög, sko. Já, ég hefði valið bara öll önnu lög með Rottweiler þetta. En ég hef aldrei peppast jætt mikið niður. Nei, bara keppa úrslitaleik með þetta. En það er 511-0957. Það er hlustendur sem The Voters. Það er komið að mínu lagi. Ef ég var að labba inn í Laugardalshöll og ætlaði að fara að vinna bikarúrslitaleik þá væri þetta í eyrunum hjá mér. Ég hef heyrt öll körfuboltaleik komin að þessu aður og það gengur ekki. Hlöðtóka Classic, það spurning hvort að þjóðin velunar fyrir Classic. Bara hvað kemur liðin í gang? Hann ætla að taka Easy Way Out. Ég byrju að heyri þegar ég sé að vinna. Steindi sagði Easy Way Out. Það mun býta því rassi. FM, góðan daginn. Það eru Auðun Blöndal var aðgæðið mitt. Snillingur, takk unnur. Vel gett. Simple Jack, þetta er hlustandi. FM. Já, góðan og blessa. Já, góðan og blessan. Hvaða lag myndir þú vera með í eyrunum af þessum þrem? Sko, áður en að ég gef ykkur aðkvæði, þá verði ég að byggja ykkur meitt greiðastrákar. Að sjálfsögðu. Nú er ég stattur hérna í Kóngsins köpi við 2 félagarnir og við erum að fara að þetta í hella jam. Já. Eina sem að kemur mér í jam og ég held að hann sé alveg samanlega með þér, en það er bara einn artisti og þið verðið eiginlega að spila eitt lag með honum bæ. Góttu með það. Já, voru að koma með þetta. Er það DJ Alligator að beisa hann þér? Það er sjálfur Pitbull. Við hendum honum á fyrir þetta, en við þurfum að fá atkvæði hér. Það fara Reino og mig og eftir. Atkvæði, sko, Gils er að ná öll atkvæði hjá mér. Takk fyrir það, kongur. Eitt góður jámaður hann frá Köpen. FM, góðan daginn. 1-1. Góðan daginn. Góðan daginn, hvaða lag fannst þér best? Auðvitað stuði Tindastól.
Anna. Herru, ég ætla að taka þetta data, sko. Vel gert, takk fyrir þetta og áfram Tindastóll. Og króksarar megi ekki hringin. Já, þetta bara velja hvað lag þú veist, eitt jámann hérna bara Já, því að ég var ekki með jámann í göttum. Senda SMS og frenda sinni bara hringin. Góðan daginn, hvað lag myndir þú vera með eyrunum? Eitta. Hanna, vel gert, 3-1-0, takk fyrir að ringja. Ég maður sem tekur á ekki. FM, góðan daginn. Rottweiler. Rottweiler, það er komið punktur á Steinda. Takk fyrir að ringja vinnur. Fáum hérna, FM, hvern myndir þú velja? Það er Rauti. Það er Rauti. Þá er það búið drengir. Nei, er þetta ekki með 5? Það er ekki með 4. Ok, FM, góðan daginn, hvað lag myndir þú vera með eyrunum? Regla er þetta. Kemur ykkur skútir aðdándi. Halló. Halló. Hvaða lag væri þú með eyrunum? Ég verð að gefa Gils. Yes! Gils. Já, 4-2-1. Þetta er mjög spennandi. Galopið. FM, hvaða lag væri eyrunum með þér? Ég þarf punkt núna, aftur. Herðu, það er Steindi sem fætti. Já! 4-2-2, takk meistari. Takk fyrir að ringja. Mikilvægt atkvæði. FM, hvaða lag myndir þú vera með eyrunum að lappina á úrslitaleik? Er það fyrir auðvitað? Anna, þekkið þig 5-2-2. Takk jægla fyrir þetta. Það er komið sigur og ég ætla að vona að Tindastólsmenn verði bara með þetta eyrunum þegar lappina á morgun. Takk fyrir mig. Þú og félagarnir Roadhouse 27 mörg, 26 mörg. Strákarnir okkar stjórna afslættinum. Eftir hvern leik á EM verður afsláttur í takt við markafjölda Íslands. Hafðu lykilinn kláran. Ólís, við styðjum íslenska handboltan. Besti hvíti rússin í heimi er á Lebowski bar. Trommusett. Tónastöðin Skipholti. Brjála veður, brjálaða milljónir í pottinum. Hvað gerir maður þá? Jú, Lotto.is. Lotto, leikurinn okkar. Nauthóll brönnsum helgar. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. You in your world and I'm caught in the middle. Avicii með Lonely Together. Já. Og já, það er Rita Ora sem er þarna líka. Veit ekki, allt í lagi lag svo sem. Já, þetta er eitthvað svona sem ætti kannski ekki heima hjá okkur. Nei, en það er mjög gott lag næst. Já, ég veit það, þú er búin að segja mig hvað er. Ég er mjög spenntur. Ég verði til í að fá Mr. Selfridge betta. Já, herru, það er komið tíma á augljósar. Það er komið tíma á augljósar. Það er bara þannig, maður. Það er þannig, já. Ég veit að Egill er peppaður. Já. Og ég veit að þú ert að líka. Já, nennu að gera mig greiða, nennu að hafa þetta í botni. Þetta er í botni? Það er bara alveg í botni. Það verður að heyrast í þér. Nei, ég láttu heyrast lítið í mér en lagaðalega í Mr. Selfridge betta. Málið það, þessi betti, hann er geggjaður. Það er rosalegur. Það er ekki hægt að finna betri betta. Það er svona, það er partí í honum. Það er algjört partí í honum og eins og við segjum, það er föstudagur, það er púk í okkur, það er biður fyrir þetta ríki núna. Ég get lofað ykkur í. Það er fólk, það fer í svo mikið gýr þegar hlustar á okkur á föstudegi þegar við erum í gýr. Það er líka fólk tók pás síðustelgi og nú komur nóg að því og allt skal það lifta sér upp. Það er bara komið í gýr. Eða það farið í augljósar? Förum í augljósar og það er komið að fyrstu augljósu staðurinn dagsins og já, auðvitað hlustaðu nú vel, hún hljómar svona. Sköllóttir menn geta ekki flogið. Það er gaman að þessari. Ertu að tala um bara svona eins og fugl? Ég get náttúrulega flogið, ég get farið í flugvél þó ég sé sköllóttur, sko. Já, nei, ég er að tala um, þú veist, with a craft. Þú getur ekki flogið, þú veist. Nei, en ég get farið upp í flugvél þó ég sé sköllóttur, sko. Já, en ég er að tala um svona flogið sjálfur. Þú getur núna... Er það aldrei vesen? Þú getur ekki farið út... Aldrei vesen að fara sköllóttur í flugvél? Nei, þú veist... Nei. Hvað segir þú, aldrei stoppar í tollinu með neitt? Nei, en þú getur ekki heldur flogið þó sett með þykkt hár, sko. Nei. Ég meina... Hann er ekkert í vesinni og í tollinu. En þannig er ekkert bara sköllóttir? Nei, já... Nei. Getur þú flogið? Nei, ég get ekki flogið, en sköllóttir menn geta ekki flogið. Já, ok, næsta. Ertu klár? Já, ég er ready. Ef þú andar á gler, þá kemur móða. Þetta er eins og slappasta. Nei, akkur, þessi var geggjum. Það var ekki húmor í þessu. Já, ef þú andar á rúðu, þá kemur móða. Það er rétt. Þegar við séum það, svo getur þú krótað í móðuna. Bóti hjarta eða... Já, oftast eftir með eitthvað svona smá húmor í þessu. Já, býttu bara. Þetta er tilbúin. Já. Hlusta á þessa. Sendi Bernarshundar kunna ekki að spila á gítar.
Þessi, þú voru að gefa mér þessi ágóð. Ég veit ekki hvort það sé þessi föstudagsskýr sem í mér, en ég brosti. Það? Að ég sá fyrir mig Senti Bernhardsson með gítar. Þetta eru stórir hundar með stóra loppur. Ég veit það, Beethoven. 100% að engin við spila á gítar. Hvernig ætti hann að geta gert bara grip, F-grip eða G-grip með loppur? Það er erfitt. Þá kemur einn og þessi er sennilega augljósasta sem ég hef á ævinni verið með. Og já, hún hljómar svona. Þetta er 4. augljósa staðurinn dagsins. Gullfiskar geta ekki drukknað. Þessi. Ertu viss um það? Ég er ekkert viss um það. Ég horfði á þig. Nei, það er góða punktur að blöða. Býtum við komin. Ég ætla ekki fakt-checka þetta. Akkur ekki. Ég tekit alveg ef það myndir bara dæla vatni ofan á, það myndir auðvitað drukkna. Ofan á? Þeir eru onni í svona kúlu með vatni. Það meina, hvað minnur? Þetta er ekkert að drekka gullfisk. Ef þú snýr honum við, kannski drukknar hann. Það tala bara, ef þú snýr honum við. Svo háhyrningar, þegar þeir drepa hákalla þá snúa þeir við. Já, ég meina, það er verið, vá, þú sagði þetta að vera augljóstast sem þú hefur verið með, svo er ekki eins og víst þetta sé rétt. Fiskar drukkningi, þeir búið í sjónum, sko. Hákalli fiskur getur drukknað. Hann getur ekki, já, þetta er eitthvað sem ég bara að skoða mjög alvarlega. En ég væri nú til í að það væri. Er það skíti í þig núna? Ef það er eitthvað snillingur út úti. Þú líka að segja, þetta er augljóstast sem ég hefur með. Það má endilega Eginn að googla fyrir mig. Can a goldfish drown? Ef einhver finnur að þetta sé ekki rétt sem ég er að segja, bara Eginn til að tjekka á því. Henda á mig línu á Twitter. Can a goldfish drown? Ok, og hvað kemur upp? Nei. 14 svir á Quora. It is possible for fish to... Næsjá. Þú ert svo mikill lúðinn. Næsjá. Það er búið að jarða því augljósum. Ertu vissu? Ég geti líka breytinni. Nei, það er ósegnt. Þú sagði þetta að vera augljósasta staðurinn sem þú eru með og hún var raung. Gullfiskar geta drukknað. Hvað hefur þú sagt þá? Það er ekki augljóst. Nei, það er að koma mér óvart. Ég vil leiði mér. Þetta er basically, þetta er eiginlega, þú er skeist. Þú skeist. Ertu vissið? Já, svona nánast. Ok, nánast. En við sjáum til. Ég er búin að biðja ef einhver finnur alvörinu svar, ekki bara einhver svara og Toys R Us þá má hann senda mér á Twitterum. Þá er komið að augljósu spurningu dagsins. Já. Er hún að mig? Ég ætla að spyrja því, já. Ok. Ég hættur að væli við því. Já, það er það. Ertu klár? Já. Hver er munurinn á pappa þínum? Alltaf mamma og pappa. Ég meina, þú veist, það liggur vel við. Okay. Hver er munurinn á pappa þínum og klámmyndaleikara? Þetta var geggjurspurning. Þetta var rugglega. Þetta er geggjurspurning. Bara hellingur. Já, eins og hvað? Hvað... Annar leikur í klámyndum og ekki pabbi? Það ætla að vona ekki? Já, ég ætla nú að vona að þetta sé ekki önnur fact-check spurning sem er raungjönd á hjá mér að hann sé að duttast í því. En nei, það er ekki rétt. Er allt ekki með, þú veist? En býttu, ég næði ekki alveg bara hvað varst að fara með þessu. Hvað er hérna... Hver er munurinn á þeim? Já, veist, það fyrir eftir hvaða klámyndaleikar þetta er. Ég get ekkert sagt bara mun á einhverjum klámyndaleik. Einnig munurinn er svo bara annar leikur í klámyndum hinn ekki. Já, við getum bara nefnt kannski kyntröllið Ron Jeremy. Já, hver er munurinn á pappa og Ron Jeremy? Já. Pappi er ekki með yfirvaraskegg. Pappi er ekki með krullur. Það er reyndar... Hvað segir ekki pappa þegar maður safn yfirvaraskegg? Jú, reyndar er pappi með krullur. Ég lík því. En ég var alltaf ekki að leita því. Ég veit það ekki mér. Hvað, pappi er ekki vaxinn niður eins og Ron Jeremy? Þú varst að leita því? Var það hjá þér við bjóðurinn? Ég meina, ég er reyndar... Það getur vel verið. En... Komdu bara með svarið, hvað er það? Ertu tilbúin? Ertu viss? Ertu að gefast upp? Já, við gefst upp. Pappiðin býr í Kópavogi. Já, þannig maður heldur þetta getur verið lélæra. Hlustendur til hlustu FN95 og ég með góða fréttir því að Íslandi er að pakka saman leiðilegustu þjóð heims, Svíum. Það er vel gert, maður. Wow. Bjöggi búin að setja í lás. 15-8, Bjöggi búin að skella í lás og... Það var það Stefán Olsson, Faxon. Þeir þyrftu hann núna. Já, sem betur fyrir hann ekki að maður. Það er mjög gaman að vinna Svíja því að... Það er líka geggja, það vantar svona smá kraft í, veist, maður vissi alltaf að Ísland var að keppa í dag, sko. Já, væntingarnar engar. Já, vantar þjóðana svolítið með núna. Og þá delivera strákarnir. Við þurfum bara að klára þetta. Það er 8-15 í hálfleik.
Áfram Ísland og já, það er komið að lokum hér hjá okkur í dag. Við þökkum kærlega fyrir hlustanum. En dagurinn er ekki búinn í okkur félagunum því að við erum að fara í fórdrykk og King sem að vilja í 10 mínútur. Já, ég held að vitið allir sem eru búin að hlusta þáttinn. En við þökkum bara að leyfa þjóðin að fylgjast með því og taka kannski nokkuð snöpp og FNÍ blöðsnöpp. Leyfa fólki að sjá til dæmis skyscraper skrifstofuna King sem að vilja. Já, ég held að fólk sé að deyja úr spennu. Já, þið getið addað FM95 Bló eins og að þið heitir nú snappið okkar og það verður örugglega einhver snapp þar. Hey, líktu aðeins baku þig. Sér ykkur komin? Vá. Það er sem við viljum komin til að sækja okkur en við þökkum kærlega fyrir okkur góða helgi og ekki gera neitt sem við myndum ekki gera. Já, svo er eitt sem ég verða að enda þetta á. Það er áfram Tindastóll á morgun. Elsku drengi, gera það fyrir mig, vinnið þetta. Með fullri vinningu fyrir KR þá eru þið búin að vinna þetta svo oft að þeir myndi fara á bæjarins bestu bara eftir leikinn, menn það verður þjóðhátíð á Sauðárkróki að gefa Tindastóll í vinnu. Sjáumst í höllinni á morgun.